Og þá komið að 8. lið að dagskrá, samþykkt fyrir bæjarráð, endurskoðun, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir liður 11. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 12. desember 2019, en þar var lögð fram drög að nýrri samþykkt fyrir bæjarráð og bæjarráð samþykkti með 4 samhljóða atkvæðum framlögð drög með þeim breytingum sem gerða voru á fundinum og vísaði til afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Í stuttu máli þetta í rauninni verið að taka á í þeirri breytingu sem að varða á sínu tíma þegar stjórnsýsluráð var lögð niður og færð undir bæjarráð. Það láðist bara að gera breytingar á samþykktu bæjarráðs og þessi breyting sem að þar náttúrulega stærst og er í þessum reglum breyting þá á grein númer 6, eða það kemur þarna grein númer 6 sem að tekur á því, þar sem að bæjarráð í rauninni orðið stjórnsýslunefnd og tekur stefnumörkum á síðu stjórnsýslu Akureyrarbæjar og vinnur með því stjórnsýslu bæjarfélagsins. Þetta hefur náttúrulega verið svona í undanfarin ár, en þetta hefur bara ekki verið gert á sínum tíma og núna verið að leiðrétta til samræmis við það stjórnarhætti sem við erum með. En síðan líka bættu við í 3. greinina til að skerpa á og varðandi það að bæjarráð hefur eftirlit með fjármálum og leita leiðir til hagræðingar í rekstri, að við erum í rauninni að setja þarna inn nýtt ákvæði sem að segja að í því skyni að hafa eftirlit með fjármálum bæjarins kalla bæjarráð reglulega að minnsta kosti ársfjórðungslega eftir fjárhagsstöðu einstakra sviða og B-hluta fyrirtækja. Með þessu í rauninni erum við að setja meiri fókus á það að fá upplýsingar frá B-hluta fyrirtækjum með reglubundnum hætti inn í bæjarráð. En þessar samþykktir bæjarráðs eru lagðar hér fram til samþykktar. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa samþykkt geðmerki. Það eru 11,